Við erum komin hérna í fjósið á Stakkhamri. Laufey og Þröstur ætla að taka á móti okkur og segja okkur aðeins frá því hvernig þeir að reka 40 til 60 kúa fjós og allt sem því tilheyrir. Aðeins að fá að heyra hvernig er að stúrsast í þessu öllu saman hérna, stelpur. Hvað segið þið? Er þetta nokkuð mál? Heyrum aðeins í þeim. Fyrirgefðu. Hvað eru þið með margar kýr? Við erum með svona 50 mjólkandi pluss mínus, fer niður í 40 upp í 60. Eftir hvenær árs er. Svona fæstar á seinnipart sumars og flestar miðjan vetur eða seinnipart vetur. Já, þetta er nefnilega fer dálítið í eftir hvenær þeir eru að kálfa og hvenær þeir eru að mjólka, þannig að það getur verið. Það munar nú dálítið að vera með 40 mjólkandi eða 60. Alveg svakalega. Við getum sagt að við viljum svona hafa kannski svona fríið í fjósinu á sumri. Þá bera engar kýr og eru fáar mjólkandi til þess að geta sinnt bara öðrum störfum yfir sumari. Já, það er svona tilfinning manns að bændur þurfa að kunna ansi mikið. Í öllu falli svona yfirborðsþekkingu á ansi mörgum hlutum, hvort sem það er að halda skepnur, rækta, jarðrækt, framleiða mat fyrir þær og svo viðgerð og viðhald á húsnæði og tækjum. Hvernig farið það þessu? Þetta náttúrulega byggist bara upp á reynslu og náttúrulega við erum bæði búfræðikandídatar sem hefur hjálpað okkur í þessu starfi og síðan náttúrulega þessi reynsla frá byrjun búskap 2003 og þá bara höfðum við reynslu áður, bæði sem ráðgjafar og í ýmsum öðrum störfum. Það maður þarf að hafa inngripsþekkingu í fóðrun, líffærafræði dýranna, smiður, rekstur, pípulagnir, rafvirkjun, nefndu það. Þetta er nefnilega bara eins og þessi tvö með stórt fyrirtæki, það er ekkert öðru sér. Það er svolítið svoleiðis sko og maður þarf að hafa, til að rekstur gangi vel, þá þarf maður að hafa góð yfirsýn yfir það sem er að gerast á öllum þáttum búrekstrar sko. Og rauninu frá félagsmálum líka til þess að geta tekið á réttu ákvarðanir í okkar rekstri sko. Og hvað er það sem er að gerast í greininni? Akkurat núna stóð yfir ákveðna endurskoðun á okkar starfsumhverfi sem leiddi til samkomulags sem bændur og ríki gerðu á núgildandi samningi sem og okkur mati er ekki að leiða til alls góðs. Þetta er rauninni það sem er að gerast er að taka ákveðna stefnu, taka uppbeygju og við erum að stefna út í mýri á sömu leyti. Hvað, nú eru kvóti á mjólkurframleiðslu eða ekki? Er verið að breyta því eitthvað? Nei. Síðastliðið vor þá var kosið það meðal kúabænda hvort við vildum halda í greiðslumarkskerfi og mikill meirihluti bænda vildi gera það en í þessu samkomulagi sem gert núna þá er verið að byggja inn í kerfið ákveðið kostnaðarauka fyrir okkar rekstur sem er þá það er ákveðin kvótamarkar sem eru settur á stað og það er ákveðin spenna í gangi. Það er margir sem vilja kaupa kvóta og það er einhver sem vilja hætta. Og væntingar hjá mörgum að fá gott verð fyrir kvóta sinn. En það er í öllu falli ekki alltaf góð leið að þeir aðilar sem eru í rekstri sé að úrelda kynslóðina. Það er borga lífeyrissjóð þeirra sem er að hætta og flytja yfir á sinn rekstur og láta keðjuna síðan ganga áfram yfir á næstu kynslóð. Það er eitthvað sem við verðum að brjóta upp. Með tilheyrandi kostnaðarauka og lántökum og greiðslum á vaxtakostnaði til fjármálastofnana. Þannig að þeir eru líka að reyna að sinna því að móta greinina svona í hjáverkum við allt hitt, við fyrirtækjarekstur á 60 kúa bíli. Það er bara partur af þessu og það verða allir að hafa, móta sér skoðun á því hvernig þeir vilja sjá greinina þróast. En það er náttúrulega mismunandi skoðun á því meðal bænda en við þurfum að komast að sameiginlegri niðurstöðu og móta okkur stefnu með þá ríkinu hvernig við viljum sjá þetta til lengri tíðar. Er tíðindi að vænta í svona þessum samningum? Er þetta í gangi núna sem sagt? Þeir voru undirritaðir 25. október síðastliðinn og eru að fara inn í þingið og í atkvæðagreiðslu meðal bænda og
svona okkar skoðun svo að þessi samningur eða samkomulag sé ekki nógu vel ígrunda. Það þurfi að gera þetta miklu betur, það þurfi að skrifa þetta raunverulega alveg frá A til Ö í samhengi við þann samning sem í gildi og svona okkur sýnist að það hafi svolítið verið kastað til höndunum. Það ýmis ákvæði þarna inni sem eru mjög götótt, verulega götótt og svona, já, okkur sýnist að það sé vænlegra að setjast raunverulega aftur á samningaborðinu og klára þetta almennilega þannig að við vitum hvað við erum að samþykkja og hvað við erum þá að hafna ef við viljum hafna þessu. Því að það er ekkert að því að hafna raunverulega þessu samkomulagi í atkvæðagreiðslu og setjast aftur á samningaborðinu. Það er ekkert að því að það er annar samningur í gildi sem að tryggir okkur þessa greiðslu sem að hafa verið í gildi. Ég sé að þessi hefur skoðun á þessu, hún vil tjá sig þetta. Hvernig líst þér á nýja búvörusamninga? Hún gefur ekkert uppi. Nei, hún er ókomment þarna. Nú þegar jólahátíðin að gangi í garð, hvernig fer hún fram hjá kúabændum? Það er bara sama að vinna alla daga og aðfangadagskvöld þá förum við kannski heldur fyrir í fjósið og reynum að vera búin svona heldur tímanlega og borða góða mat, en verkin þurfa alltaf að gerast og á jóladagsmorgun þá vöknum við meira sér fyrr en venjulega því að við fórum fyrr á aðfangadagskvöld, þannig að við verðum að fara fyrr en venjulega á jóladagsmorgun og við getum sagt að við svona reynum að slaka á jóladag og nýjársdag. Svona, við erum ekki alveg á útdóttnum þá í verkunum en við þurfum að náttúrulega sinna mjöltum og gjöfum og öllu því sem tilfellur og oft hefur nú það gerst að kýr ber á aðfangadagskvöld og maður þarf að kalla þetta dýralækni klukkan 6 á aðfangadagskvöld og hann kemur bara, það er bara þannig. Dagarnir eru bara allir jafnir.